við trúum konum ekki til að taka réttar ákvarðanir, eða Nei, treystum þeim ekki til það er rauninni það sem ég er að fara að segja. Já. Við treystum konum nákvæmlega, mjög vel orðað. Við treystum ekki konum til þess að taka eigin ákvarðanir. rétta ákvarðun. Vegna þess að segja bara við viljum, þú veist, út af því að það er hugmyndafræði og við eigum að þjóna hugmyndafræðinni fyrst og fremst. Og þetta er gert á einhvern svona útópískum forsendum. Já, þú veist, það er eins og ef við skikkum konur nægilega mikið, þá munum við ná einhverju fullkonu jafnrétti og ég er með svona bara kannski, þú veist, mín skoðun á þessu er að við ættum bara minna að vera að skikka konur til þess að gera hluti vegna þess að það er fullt af konur sem ég þekki sem að bara vilja fara strax að vinna og finna sér best þar og svo eru fullt af konur sem vilja gjarnan vera lengur heima með börnum sínum og af hverju að steypa þessum hópum í sama mót og þú veist, allir tapa á því. Ég held að ef við myndum bara leyfa konum að ráða þessu meira sjálfar, þá, þú veist, yrði kerfið auðleysanlegra og líka, þú veist, afleitt vandamál eins og bara umferðin sem allir eru fastir í. Ég var að tala við eina sem að, einhverju styttingu vinnuvíkunar, þetta fyrir allt í það að keyra, sækja börnin, ótrúlega flókið púsl og fólk er kannski, þú veist, þarf að vera að deila einum bíl, að vinna í sikkur bæjarfélaginu með nokkuð börn, mismunandi í skólum og leikskólum. Það er rosalega mikil tími sem fer í það að vera fastur í umferð, í einhverju svona stressi, bara til þess að geta sótt börnin sín á leikskóla. Og ég held að ef fólk hefði bara frjálsara val, þá þyrftu færri börn að vera á leikskóla hverju sinni. Og ég held að samfélagið yrði ekki fátækara fyrir það. Ég held að konur væri ekki verðstættar fyrir það. Og ég vil taka það fram, þú veist, mér langar ekkert að skikka konur til neins. Þvert á móti langar við bara að konur hafi meira valfrelsi og að kerfin þjóni þeim raunverulega.